Gleðilega páska! Gleðilega páska! Og verið hjartanlega velkomin í Dramakastið á þessum fallega mánudegi. Heldur Við erum í Pétur. páskastuði, við erum búin að Við erum í skreyta. páskaskapi. Ég veit ekki hvort það sjáist alveg vilja að við erum með hérna tvo svona mjög sæta skemmtilega unga. Einnig Þetta- með tungun út. Svolítið DIY páskaskreytingar hérna. Jöp. Og svo erum við með hérna hálft páskaegg sem við ætlum að testa og erum með svona svolítið skemmtilega spurningar og málsætti og svona Já. alls konar í. Mhm. Ég kannski lyfti þessu til að sína ykkur aðeins betur. Svona. Algjör í lúsina. Ég er svo, minnst það, mjög flott hjá ykkur. Nei, Já. ég er svo óspennt að smaka páskaegg. Já. Ég er svo mikið páskaegg manneskja. Já. En hvað finnst þér um að opna og smakka páskaegg áður en að páskaegg koma? Sko, helst ekki. Nei. En ég hef alveg gert það sjálf, sko. En ég myndi ekki gera það núna. Nei. Núna myndi ég helst bara vilja fá páskaegg á páskadag. Já. Og það er annars svona skemmir smá, the magic, fattar ég. Já, sko, allavega þegar ég var alveg upp, Já. þá var þetta alveg mjög strákt þannig Mhm. að við fengum kannski fullt af páskaeggjum, þú veist, frá Emma og afa og vorum bara með alveg mörg páskaegg. Já. En það mátti ekki snerta þau Nei. fyrir en á páskadag. Nei, einmitt. Og svo kynnist ég manninu mínum Mhm. og hann er bara eitthvað, ef ekki að fara til búið og kaupa páskaegg í Möns. Og ég bara, Ég hafði aldrei heyrt um þetta áður. Ég bara vissi ekki að fólk gerði þetta. Ég gerði þetta alveg þegar ég var úlingur, sko. Mér fannst þetta svo mikið guðlast. Já, mér finnst það alveg smá wrong. En Já. ég gerði það þegar ég var úlingur. Ég tók það tímabila sem ég var alltaf bara að hafa páskar og ég var bara, ég er komið páskaegg bara hvað til þess að mönsa og horfa á mynd. Já, og sko þegar ég var að gera þetta fyrst, þá fekk ég alveg svona samviskubit. Ég bara fekk ég svona Oh my alveg God. samviskubit. Ég var bara, bara gera eitthvað ég rátt. er ömuleg. Já. Oh my god. En þú veist, við gerum þetta alveg reglulega núna. En, Ég meina, það er alveg skemmtilegt samt. já. En hvað, þú veist, finnst þér svona þitt aðal páskaegg á páskadag, færðu þér venjulegt eða ertu í ykkur svona, eins og við núna, já, hvað að kaupa í dag fyrir okkur, þetta var svona bragðarefs páskaegg. Já. Og mæli með, út af það er ógeðslega gott nammi í þessu. Ég var ógeðslega mikið af alls konar nammi. Já, og þetta er nóa, held ég kaupi heila alltaf nóa. Já, ég líka. En kaupir vanilega bara alveg basic eða eitthvað svona öðruvísi. Sko, ég er rosa mikið svona bara basic eins og ég fekk þegar ég var krakki af því það eru bara páskaegg fyrir mér. Já. Og þá kaupi ég kannski hitt í sem svona Möns. Já, Þú já, veist, eitthvað til að skemmtilegt. smakka. Og þú kannski veist, eitthvað minna. svona. Já, Ef já. maður getur Já. maður það. Já, Já. er ekki alveg viss. Ég var eins og alltaf geðveikt mikið bara basic páskaegg, bara hreint súkkulaði, nóa. En núna er ég farin að vera aðeins meira svona, við langar að prófa eitthvað svona lakrís eða saltkarmelu eða bla bla bla. Já, já. Mér finnst það alveg gott líka. Ég nefnilega gerði það einu sinni þegar ég var barn, þegar var svona fyrst að byrja að koma eitthvað svona öðruvísi súkkulaði og öðruvísi Já. nammi inni og eitthvað. Og ég fekk mér eitthvað páskaegg sem var bara svo ótrúlega vont. Þú veist, bara mér, bara genuinely fannst það bara mjög vont. Oh my god. Og síðan þá hef ég bara haldið mig í hinu, sko. Haldið mig Já. basic. En, oh my god, manstu, eða sko mitt allar svona uppáhald sem ég man eftir frá því ég var lítil, páskaegg, var hann að sjá með strumpunum von á. Manstu eftir því? Það var verið að Kannski. selja páskaegg sem voru með þú strumpaköllum Já. von á og sem var annars sjá með púkum. Já, ég man eftir púkanum, sko. Mér finnst það svo skemmtilegt. Já, En að núna geta- er þetta allt bara svona, þeir eru allir sætir. Það er allt bara svona fuglar. Já. Þeir eru allir kjóð. Eða svona litlir, svona basic með hárum og festist. Já, fe- alltaf fe- smá hár hann. Alltaf smá hár í súkkulaðinu. Og sem var svona blóm framan á. Já. En nú er ekkert svona lengur. Smá sad. Já, er það bara alveg farið? Er það Ég bara held alveg hægt? það. Ég held að sé alltaf annarkvort þessir fuglar eða svona kanínur úr súkkulaði, þú veist. Já, einmitt. Ég held það. Er ég búin að heyra að bónuspáskaeggin sé bara best af öllum. Það? Já, og í svona alls konar svona páskaeggja smökkunum og eitthvað, þá endar það alltaf í fyrsta sæti, bónuspáskaeggin. Og ég held ég myndi sko aldrei kaupa bónuspáskaegg. Nei. Ég er svo mikið bara eitthvað svona, nei, bara Nói er best, Nói Já, er best. já. Kannski Freyja, en áhugavert. Já, við þurfum eiginlega að testa það, sko. Já. Að ég hef aldrei smakkað, en það segja allir bara að Oh my það sé God. langbest. Það mátt gera það í þessum þætti, kaupa, það er endarlega dýrt. En Já. að kaupa því frá mismunandi og gera svona
blind Ó. taste test. Oh my god, það er þetta gaman. En ég ætla líka að segja þér svolítið skemmtilegt. Nú, hvað? Þannig að ég er að fara til sýslumannsins að sækja kennitölu. Fyrir? Fyrir bólina. Ég held að vera sko annarkvært að fara að stofna fyrirtæki Já. eða fara eignast annað barn. Ég var bara að byrja, hvort er það? What the hell? Nei, ádjós, ég er svo lítil í mér Oh my og God, já. ég er hérna megin. Við glemdum að segja, þessin er við erum sko vitleysu megin, mann Já. og ég alltaf þarna og Jóhann er hérna. Já. Þetta, mér líður mjög furðulega, mér líður eins og ég sé bara mætti þetta fyrir skipti aftur. Já. Sérst, Já, hún er ég mjög og bóla lítil í sér. mín, við erum eftir að skýra hana og gefa henni kennitölu og Oh my god, hún er ekki svo slæm, þú ert dramatísk, ég veit ángríns. það, ég veit það. Ég er búin að, og ég er sko að sakrifæsa sjálfur mér og ég er með bólu hérna megin, sko. Það er hún hjá hér, hún er Já. endur alveg að fara, Mhm. held ég. Þannig ég er að sakrifæsa sjálfur mér að vera hérna, þetta er eitthvað verri hlið mín, halló? Já, þetta er líka verið hlið mín. Já, Þannig ég er bæði með verið hlið og bólu. Svona er bara lífið, Já. maður getur ekki stoppað heiminn þóttum bara sem með bólu. það er bara ekki hægt, sko. Þú sagðist alltaf kannski að bara ringja inn veika í morgun. Það gengur ekki inn, það ringir enginn inn veika hérna í dramakasturinn. Það Nei. er bara halda áfram, Einmitt. byttu í axlinn. Já. En ert þú með eitthvað svona skemmtilegar páskahefðir eða eitthvað svona? Sko, ég Hvað held, gerir að þið sé vanlega? bara, ég held að sé bara mjög basic. Já. Að við bara vöknum mjög snemma. Mhm. Þú veist, krakkarnir eru bara eitthvað að vakna klukkan 6. Oh my god. Og þá er ég búin að gera ratleik. Æ. Alveg svo þegar ég var barn. Þá, Ó. þá vakna ég alltaf og þá var mamma tilbúin með fyrstu vísbendingu og maður þurfti að, þú veist, hlaupa út um allt til að reyna að finna páskaeggið. Og svo má bara borða eins og mikið nammi og maður vill og horfa á Já. myndir og hafa verið kósí. Oh Það my eru bara God. svona páskandi fyrir mér. Já. Æ, það er svo hlutlegt. Og þú veist, máli vera náttfötunum og bara Já. kósí. Einmitt. En þú, hvernig eru páskandi þínir? Sko, ok, páskað mínir núna í dag er nú ekki mjög litríkir verði ég að segja þetta ég hef ekki börn, þannig að þú veist ég er bara eitthvað, þú veist, reyna að fá um páskaegg og fæ sér mat með pappa eitthvað, Já. en það var alltaf þegar ég var lítil, við reynda fórum aldrei í ratleik, en það var alltaf, þú veist, falið eggin, Já. þannig ég og bróða minn vöknum alltaf og mér líður eins og bara mamma og pappi hafa alltaf bara haldið áfram að sofa út af við Já. erum örgulega vakandi það snemma og þá Já. voru þau bara búin að fela páskaegg um nóttina og við fórum bara að leita og Nóttina. já, ok, kvöldi Geta vakna nóttir eitthvað. Nei, bara kvöldi Fela þessi páskaegg. þegar við vorum sopnuð, skilju Já. hann að við fórum eitthvað að leita og svona og síðan fundum við alltaf páskaeggin og settum það niður og horfðum á barnatímann og í náttúrunum og við vorum alltaf með svona mjög svona specific aðferð hvernig maður átt að opna páskaeggi Er svo ég það? var búin að kenna bróðum mínum frá Oh my því að God. hann var mjög lítill Já. svona. Við settum þetta alltaf á disk, ekki skál, ég veit ekki akkur Ó. og ég vildi að páskaeggi yrði heilt eins lengi og það gat Ó. þú veist þannig ég opnaði alltaf hann að litla flipan Já. hellti öllu namminu úr þannig að það var svona kring og svo byrjaði ég að borða á toppnum og byrjaði Já. að borða meir, þú veist Oh my ég vildi God. ekki brjóta Ég hef bara strax. aldrei heyrt þetta. ekki, Nei. þetta var eitthvað spesifik aðferð og ég let bróðum minn gera þetta líka alltaf En ok, í dag, mhm það eru 2 típar af manneskjum. já, ég er mjög sterk skoðan á þessu Er það? já. Ein sem að kastar í gólfið Mhm. og hinn sem að skallar það. what? ok, 30 mann sem ég gerir hvorugt Ó, hvað gerir þú? ég brýta ekki Já, einmitt, já. ég bara hef það í skál og bara borða svona alltaf út frá gatinu Já. ég vil ekki brjóta Nei. þú veist, ég vil hafa þið heilu lægi eins lengi ég get Sko, hvað gerir þú? ég er rosa mikið bara hendi í gólfið. Mér finnst það eitthvað svo Það er líka brutal krökkunum finnst það svo skemmtilegt. Þú veist, það er Já. ekkert oft sem að þau bara eitthvað fá mat sem þau með að kasta í gólfið. kannski er ég bara svo mikil fullkomnur að senni fyrir því ég var lítil Já. nei, ég hef bara hafað heilu lægi Geta aðstæðlega Já, reyndar. En í fyrra held ég hafi ég prófað að skalla það. Þú veist, þá lætur það, þá ert svona, lætur á borðið og svo bara, oh my god, það var þessi típist þú að skalla bara borðið og varst það er mjög típist ég að enda með glóður, já. já og hvað var óvand? Já, ég náði allavega ekki að brjóta það, sko. nei, ég trúi því Ég er líka svo mikill aumingi. já, Að ég var þú veist. pinglítinn haus Það er alltaf bara má ekki snerta mig að ég hef komið glóður, sko. oh my god, Þannig að- það er same en sko þetta sem við erum búin að gera núna búið til svona skál og helmingir, þetta er eitthvað sem að afið minn gerði alltaf þegar við fórum í páskvöldinni hjá ömmu og afa Já, þá
var afi alltaf, þú veist, þau voru búin að gefa okkur páskaegg og afi vill alltaf fá stærsta páskaeggi og svo bjóð hann til svona skál úr helmingnum með öllu namminu í og við máttum fá líka hjá honum. Oh my god, Ég veit ekki, það er ekkert eiginlega cute. Já, ég hef ekki séð neitt annan gera þetta svona heldur en hann. Nei, Mjög ég cute. hef aldrei séð þetta svona gert fyrir að þú gerir þetta á hann. Er þetta ekki snitt? Jú, þetta er mjög Þetta var sniðugt. alltaf smá vesni, þú veist, alveg svona sagði í tvend, en mér Já. finnst það svolítið cute. Svolítið skemmtilegt. En líka talandi glóðurauga. Mm. Hvað er seinast að skipti sig þú fæst glóðurauga? Ég hef aldrei fengið glöður, held ég. Aldrei? Nei. Ó, Er það eitthvað skrítið það? nei, ok, þú veist, ég fengi glóðurauga einu sinni Ok, hvenar? og það var nefnilega á svo ótrúlega asnalegum tíma að það var sko, við vorum bara sofandi og þetta var þetta var gamlárs nóttin. Gammalskvöld bara, nóttina. Nei, þetta var daginn áður, þú veist, ég vaknaði á já. gamlársdag. Já, Svona, ok. Já, skilurðu. ok. Oh my god, ömulegt tímasetning. Já, og við vorum, þú veist, sofandi og á þessu tíma þá vorum við bara, þú veist, öll saman, ég, maðurinn minn og börnir okkar í klessu bara, í einu herbyggi og ég vaknaði við bara eitthvað þvílíka höggið í Oh my God. augað og ég bara svona, bara, fokk, þetta var ógeðslega vont og svo bara pældi ég ekkert meiri í þessu og bara fór að sofa og svo vaknaði ég morguninn og ég var sko bara öll marin og blá hérna og ég Oh bara, my God. oh my god Hvað var það? það var þetta Tanja Dís það var þetta, Oh my God. var dóttir mín að eitthvað böðlast í svefni og bara annarkvort sparkað eða barið mig í svefni svo ógeðslega fast að ég man alveg svona að ég var Oh alveg my bara svona God. oh my god hvað það var ógeðslega Já. vant en svo bara nefndi ekki að pæla í þessu meira Líka kannski svona milli svefnsvöka og bara ekkert að pæla til eitthvað. nei og svo bara vaknaði ég og lítið speil og bara what? Oh my god, Jesus Þannig að ég mætti kvöldi þú veist bara í fjölskyldu búða bara með risa glóður Shit! bara þetta var Oh fáránlegt my god. Nei, ég hef aldrei fengið glóðurauga og mér langar ekki í glóðurauga. Takk. nei, Kærlega. það er ekki næs Held ég sleppi því. ef ekki að fara í drama of Jú. the week Yes, let's do it. Við erum búin að fá nokkrar sögur sendar inn. já við erum búin að velja hérna eitt langt og eitt stutt og ég taka stutta, byrja á stutta Þú ræður. ok, besta vinkona mín hefur verið að búa til lygar kærasta minn Oh my god. segja öllum öðrum vini mínum hvað hann er vondur við mig þegar hún er með okkur en allt sem hún segir eru lygar núna halda allir vini mínir að hann sé einhver ömulegu gæi út af þessum lygarsögum Shit. Hvað finnst þér? ömulegu vinkona? Heldur hún sé kannski, sko ef að við segjum að það séu 100% legasögur og þú bara vitir það að það séu legasögur, Já, þú já, veist, ef við já. bara förum fram á það, þá, þú veist, gæti kannski verið að hún sé eitthvað afbrýðisum. Það er alltaf svona mitt fyrsta gisk. Já, hann sé bara smá abbó. Já, og svona, þú veist, kannski er hún ekki í sambandi eða hefur ekki verið í sambandi og er eitthvað svona að sérstaklega við eru ungar og hún er kannski ekki vön að vinkonu sín sé í sambandi og þá er hún svona að reyna að skemma. En heldur það að hún sé abbó út í, sko, kærastan að vera með bestu vinkonu sinni eða abbó út í bestu vinkonu sinni að vera með kærastanum að því henni finnst það kannski sætur. Kannski eitthvað smá bland, en mér finnst svona kannski líklara, ekki þó ég veit neitt það, en kannski líklara að þú veist, hún sé abbó, kannski voru þið, þú veist, að ég það ókslega mikið tíma saman áður. Já. Eða þetta er svona svolítið típist, ég veit ekki hvort þetta sé þitt fyrsta samband, en ég svona á þessum aldrei. Já. Svolítið svona típist, þú veist, maður er nýpkomin samband, þú veist, var alltaf mjög mikið með vinkonum sínum og byrjaði að vera aðeins minna með vinkonum sínum Já. og svona fyrsta skipt sem það er kannski að gerast og þá er hún kannski smá svona abbó og veit ekki alveg hvernig hún tækla það. Já. En ég kannski myndi tala við fólki sem er búin að vera að heyra þessar sögur kannski til að byrja með fara til þeirra að vera bara hei, ert þú búin að þú veist, heyra þetta, mér langar bara að segja þess að þið er ekki satt, ég veit ekki af hverju hún er að dreifa þessum sögum og eitthvað svona. Já, líka bara kannski bara setjast niður og taka smá spjall með vinkoninni. Já. Og bara smá konfrontana, skilur við, bara segja bara, heyrðu, þú veist, ég er búin að vera að heyra þetta og þessa sögur og þetta er bara ekki rétt. Hvort að þú sért nokkuð að segja Já, og kannski spyrir henni bara, hvað er í
gangi, þú veist, Já, ertu eitthvað sár út í mig þess að gera þetta, eða þú veist, bara líka ef að hún, ég veit ekki, er að dreifa þessum sögum og er ekki búin að tala við þig neitt þetta, já, þá er það líka ógeðslega skrítið, það er alveg fyrirlegt, sko. mér finnst alveg mega að setjast niður við henni og segja bara, heyrðu, ég er búin að heyra þetta hérna frá vinum okkar, þú veist að segja þetta, Já, why? Þú veist, hvað Já. er málið? Þannig er bara að segja mér hvað þú ert að pæla. Og það er ógeðslega skrítið Já. af henni að fara með svona í einhverja aðra og ekki til þín. já. Ég veit ekki. Og líka bara til að taka þetta samtala, því það er alveg heilbreytt, þú veist, þegar maður er úlingur, taka sín fyrstu skref, í eignast kærasta, Ekki það verðum svolítið að giska á aldriðin, en þú Já, veist, við veitum ekkert hvað er ránar. allt eitthvað svona nýtt og spennandi og maður er kannski ekki alveg að fatta að jögla bæði vinasambandum og þessu nýja spennandi sambandi. Já, 100%. Hann er líka bara kannski taka það fyrir og vera bara eitthvað svona heyrðu, þú veist, eigum við ekki bara að hittast, þú veist, 2 í viku þarna, Já, eða þú veist, bara gera eitthvað svona grundvöld fyrir já, einhverjum hittingum, þú veist. algjörlega. Ef að þú Ef að vilt það er málið. ef að það er málið og ef þú vilt það, ef að, þú veist, þið finnst þetta að vera nógu góð vinkona, þú veist, þótt hún sé, eða skilur, Já. með við hvernig hún hafa sér núna, en Já, ef að þið eru mjög góða vinkonur og þú vilt laga þetta, þá kannski, og því mann það var alveg, þú veist, kannski líka smá í okkur þegar við vorum á þessum aldrei. já, Eða þú veist, 100%, já, bara ég held að sé ógeðislega algengt hjá stelpum og bara vinasamböndum að þegar að, þú veist, maður er eitthvað í fyrstu samböndunum, að það sé svona smá svona, svona, hei, byrju, bara eitthvað svona, eru við ekki saman að hverju degi? já, Og við með þess að tókum alveg, þú veist, við vorum alveg góðir í að jögla þessu, af því ég var líka alveg oft bara með þér og kærastar þínum Já. á þeim tíma, skilur. já, en ég man, þú veist, þegar að byrja með þá held ég, það var svona alveg nokkuð sinnum þar sem við vorum alveg smá eitthvað svona perrar út í hver aðra, Já, út af því að ég, þú veist, kannski var nýbyrjuð í sambandi og var bara, mér langar að með kærastan mínu alla daga og fattaði kannski ekki endilega já, eitthvað, býtum við, maður þarf að jögla tímanum sínum, já, þú veist, sem maður veit núna, en já, og þú veist, náðum sem bara að leysa það inn í end, bæði með að vera, þú veist, bara saman. Já, og ég líka bara gerði mig ótrúlega available að kynnast á kærastana þínum og við erum bara bestu vinir. Já, Þannig að, algjörlega, þannig að það er alveg hægt að leysa það, en þetta er alveg algengt vandamál, en Já. þú veist, þetta með legursveinar, ekki gott. nei, Ég myndi konfronta, tala líka við hina vini ykkar, sjá hvað þau hafa að segja um þetta. já, bara svona að fá öll sjónarhörn á málinu áður en að þú tekur einhverja drastískar ákvarðanir. Já, Af því að það er alveg erfitt að jögla þessu þegar maður er já, á þessum aldri sem við heldum á sért. já. Ertu búin að tala eitthvað við kærastæðin um þetta? Það er það sem ég er að pæla. Hvort að hann viti þetta? Já, Þú veist, og hvort að hann sé bara, what the hell, þetta er 100% lygi, eða skilur. Já, einmitt. Minnst það alveg svona forvitinlegt. Já, En, já, bara sitt snir, good luck. be honest, já. Not fun. En viltu taka næsta? Já. Það er svolítið langt. Já, það er bara skemmtilegt. Ok, hún skrifa hérna. Hæ, ok, kannski ekki beint drama, en ég er ótrúlega virk og vil vera að gera eitthvað næstum hverja helgi og bara hvern einstaklega low-key. En ég og besta vinkonu mín gerum bókstaflega allt saman en hún er alls ekki virk og nennir aldrei neinu, bara algjör leitingi. Og ég reyni alltaf að fá hana með mér í eitthvað, en hún nennir bara aldrei, svo ég fá aðra vinkonu mínar í að fara með mér eitthvað helga til þess að djamma, en þá verður hún alltaf pyrr út í mig og með stæla og ghostar þangað til næsta dag. Ég er búin að ræða þetta við hana eins og ég get, en ekkert virkar hvað á ég að gera. Þetta er sem er ekki skemmtilegt situation. Nei, og þetta er alveg frekar mikið toxic Já. vinasamband. Þetta er smá svona fílustjórnun, myndi ég segja. Já, já. Þú veist, ef einhver er pirraður og er bara eitthvað með stæla og ghosta, mér finnst það bara svo ógeðislega bandalegt. Já, Ef þú ert pirruð út í mig, nennir þú bara að segja mér það. bara segðu mér að andlita á mér Og og bara- við skulum bara tala um það. Segja bara, heyrðu, Jóhanna, bara ég er ógeðslega sár að þú gerðir hitt og þetta. Og þá veit þú bara, ok, ræðumálin. En ekki Já. bara eitthvað, nei, ég ætla ekki að tala við þig, þú veist, Já, það er bara spennilegt. eitthvað ekki svara henni, bara Nei. ég ætla ekki að svara henni af því hún fór út að djammi með öðrum vinkonu sínum. Nei, þóttu þið séu bestu vinkonur, þá er samt allt í góðu lagi að eiga líka aðra vini og sérstaklega, þú veist, ef það eru kannski með svona smá mismunandi áhugamál eða svona mismunandi sem ykkur finnst gaman að gera, kannski myndinni finnast betra, eða ég reyni að hugsa svona hvað getur verið, en ég veit svona ekki að þú eldist samt við hana þessa fílu í henni. Nei, En þú veist, einmitt. kannski ef þú ert að fara að jamma og þú veist að hún nennir ekki, ef þú kannski býður henni samt með,
Já, bara alltaf að bjóða. Já, bara eitthvað svona, hei, þú veist, mér langar að jamma þessa helgi, ég veit að þú kannski nennir því ekki, en þú veist allavega að þú ert mjög velkomin með. Já. Mér og hinum vinkonum mínum. Já. Það allavega gerir við, af því að hún kannski veit að ég er búin að fljúa eða bara ógeðslega mikið að gera með fjölskylduna eða eitthvað svoleiðis. Þá býður mér alltaf með, bara hæ, við erum að fara út hérna, vildu bara láta það vita, velkomin. Já. Þótt að þú vitir að ég kannski ekki var að koma, en þú býður bara alltaf og þá er ég svona, ok, ég er allavega velkomin, skilur við. Mér finnst það allavega alveg svona, þú veist, gerir alveg mikið, sko. Það er alltaf gaman að vera boðið, ég veit ekki hvort þú veist búin að vera að gera það, en það er alltaf svona sem ég myndi segja, en annars finnst mér ekki rétt af henni að vera að láta svona. Alls ekki. Og sérstaklega þú segir, þú er búin að reyna að tala við hana og ræða við hana eins og þú vilt, eins og þú getur. Ég veit ekki, þú veist, ég myndi að segja bara, þú veist, hei, bara, þú er besta vinkonum mín, mér langar að vera með þér á hverjum degi og ég væri til í að vera að gera þetta allt með þér, en þú veist, nennir ekki alltaf, þannig þá bara verð ég að fara saman með ykkur öðrum. Þú veist, hvað ég að gera því? Já. Og þú veist alltaf velkomin með þú vilt, bara meira en velkomin, þú veist, ég myndi helst vilja gera þetta með þér. Já, þú veist, það er svona, svo sem ekkert mikið meira sem þú getur gerst. Ég líka bara hugsa, skilurðu, hver lyftir upp í vinarsamböndum og ef hún er ekki að lyfta þér upp, þá þarftu bara kannski aðeins að fjarlægast henni, skilurðu. Já, það er kannski líka alveg eðlilegt, þú veist, þótt að hún sé besta vinkona þín. Allavega þegar ég hugsa tilbaka, þegar við vorum alltaf á djamminu, við vorum alltaf að gera eitthvað saman, bara alla daga og alla nætur. Þú veist, við vorum bara alltaf saman, við vorum bara alltaf að gista saman, við gerðum allt bullið saman. Og ég hefði ekki viljað að gera það menninum öðrum en þér, skilur, af því að þú náttúrulega bara varst alltaf til í allt og þú bara lyftir mér upp og við bara eignumst vinkonu saman og en þú veist, þetta vinarsamband er ekki greinilega mjög mikið potential í þetta. Ef hún er alltaf með einhverja stæla og alltaf að gósta með eitthvað svona og það gerir kannski þið stressaða og þá ert þú að pæla í henn, eða veist, þetta er ekki beint heilbrigt. Nei. Þannig að þetta þarf eiginlega svolítið að vera svona, þú veist, og annarkvæmt leysu við þetta eða bara, þú veist, ég get ekki verið í svona vinasambandi. Það sem að ég er alltaf stressuð ef ég ger eitthvað með einhverjum öðrum þá ert þú bara pirruð og þú veist, bara gósta mig og silent treatment og leiðindi. Þú veist, þú verður líka að hugsa bara fyrst og fremst þína eigin geðheilsu. Já, en 100%. Ánægð að þú samt, þú veist, eigir aðra vinkonur sem eru til í að fara saman með þér og gera svona. Þú veist, það er gaman að eiga góða vini sem eru til í að gera sama og þú ert til í að gera. Já, en samt ef þú ert, þú veist, úti og þú ert að skemmta þér með vinkonum og þú ert að djamma og eitthvað svona, að hafa alltaf þennan skugga af henni svona bakvið, bara eitthvað svona oh shit, hún er að fara að gósta mig og hún er að fara að gera þetta og við erum ekki að fara að tala saman í, þú veist, 2-3 daga og þú veist, það er líka bara að fara að draga niður skemmtununa þína, hvað sem þú ert að gera. Þannig að bara taka mjög serious samtal við hann og segja bara þú veist, svona er þetta og annarkvort bara kemur og gerir þetta með mér eða við þurfum bara að fara í sig ykkur áttina. Ég vil líka pæla, þú veist, ef þú vilt gera þetta aðeins léttari nótum, þá getur þú kannski líka bara eitthvað svona næst þegar þið eru, þú veist, ég veit ekki, hjá Ísundi að gera eitthvað svona næs, þú veist, reynda að gera þetta kannski svona á smá svona léttan hátt. Já. Svona hvað, þú veist, þú ert alltaf heima hjá þér, haha, við ekki reyna að fara að djamma ofta saman, eitthvað svona. Já. Veist, kannski mun að taka betur í það. Já, einmitt. Ég veit ekki, þú veist, þetta er 2 options, þú veist með. Hvort þú vilji gera þetta bara svona létt. Svona reyna að peppa hana. Já, 100% líka þú ert greinilega að halda í þetta vinasamband af einhverja ástæðu. Þannig að kannski þarf hún bara smá pepp og sjálfstraust til að þá koma og vera með þér, kannski vera með eitthvað svona félagskvíða eða Já, það er enda góð punktur. Kannski getur þú talað við hana þú veist, af hverju mamma er að gera neitt. Eða, ekki orðað þannig, en fattar ég. Já, þú veist, bara hlýtur að vera eitthvað ástæða fyrir því að hún vill ekki vera úti í kringu fólk og svona. Bara finna rótina, krakka mínir. En já, ég er allavega glöð á þessu búin að ræða þetta eins við hana og vonandi finnir út úr þessu. Já. Við vonum það. Það er búin að vera út alltaf TikTokinu mínu. Hvað? Sendi þér í hana nunnu podcasti. Veitu, ha? Var ég búin að sjá það?
Ég veit að þú svaraði því allavega ekki. Það er ekki búin að segja. Þetta er svona nunnur sem er í podcasti og það eru svo krúðlar og það eru svo finna. Ég veit ekki, ég fæ þetta svo ógeðslega mikið upp á For You page og það er alltaf eitthvað svona yes sister og það er kallað hverða það er sister. Oh my god. Alltaf eitthvað oh my god, sister Jóhanna. Og eru það alveg í búningnum og allt? Já. Það eru bara Það eru bara fulla nunnur? Já, bara nunnur. Mega nunnur verið með podcast? Greinilega. Þannig ég var að penna að þetta getur verið næsta movie okkar. Þannig ég bara, yes, Sister Embla. Sister Jóhanna. Yeah. Þetta var svo fyndið, ég elskti, ég man ekki hvað það heita en ég sendi þér þetta Oh my god, ég elska nunnur. Mér finnst líka orðið nunna svo ógeðslega fyndið. Nunna? En hvað er nunna á ensku? Nun. Já. Já, ok, já. Nei, þú hefur ekki eins og sé Sound of Music. Nei, Oh. er það nunnur? Asni. Já. Er Eða það nei. syngjandi nunnur? Nei, það byrjar þannig að það eru nunnur en hún er svo rebellious nunna, hún er alltaf bara eitthvað upp í fjalli að syngja. Og það er alltaf bara eitthvað, hvað hefur nú að gera við hana? Oh my Sister God. Maria, Sister Maria. Já. Og hún er bara la, eitthvað svona. Oh my god, en fyndið. Þannig að þau senda hana til þess að passa börn hjá einhverjum manni sem er gett svona strangur. Já. Og hún passa börnin og börnin eru öll gett svona ströng. En hún kenni þeim að syngja og það er alltaf svo glæðir. Oh my god, þú ert svo výluð. Þannig er please að sína börnunum í þessu mynd. Hún er a classic. Kannski. Hún er svo góð. Talandi TikTok. Já. Ég veit ekki hvaða algoritma ég er komin í, en ég er komin í ávaxta, framhjáhalds ávaxta TikTokið. Eyja í Lofaland, frútella eða eitthvað. Örugglega. Ég er ekki búin að sjá þetta en ég er búin að sjá fólk tala um þetta. Ég á ekki til orð. Hver er að þessu? Svo ég get ekki hægt að brota hana með hennu frá mig. Nei, ég alvörni skil ekki neitt og mér finnst þetta svo ógeðslega steikt. Er þetta skemmtilegt þetta? Skemmtilegt nammi. Já, það er fast saman. Já, ég veit ekki, þetta er bara eitthvað svona alls konar furðulegar sögur þar sem að er eitthvað framhjáhald, ólétta Oh my god. og vændiskonur og eitthvað svona. Oh my god, hver er að búa þetta til? Ég var eins og alltaf að fá á TikTokið mitt þannig að mjá og þetta var alltaf svona eyja í kísur eitthvað, annarkvort einhver hopp út í flugvél eða brennandi húsi eða einhver að halda framhjá og þetta mjá ég elska þetta tímur, það er svo fyndið, ég var alltaf að kapna yfir þessu en ég var að vinda okkur í the topic. Já. Sko ef við ekki byrja á að finna málsáttin sem er actually í egginu. Jú. Þetta ég er alltaf mjög spennt að hérna hann. Já. Ok, opna hann. Það er ekki lengur svona tegja utanum. Nei. Ég þarf að Það er nú hneyksli. Ok, eru tilbúin í málsátt dagsins. Auga sér allt og sér þó eigi sjálft sig. Já. Hvað er þetta þið? Nei, segja þetta aftur. Auga sér allt og sér þó eigi sjálft sig. Þú veist, auga sér allt en sér ekki sjálft sig. Já. Ég held að það þýði eitthvað svona að það er erfiðara að þú veist sjá sína eigin galla eða fattari, svona að horfa inn á við heldur en að dæma aðra. Viltu googla þetta, hvað þetta þýðir? Þetta er skemmtilegt. Hvað er alveg pælingin með því að vera með málsátt í páskaeggi? Þú veist, who did this? Merking. Það er oft auðveldara að sjá sök eða eiginleika hjá öðrum en að horfast í augu við eigin bjálka. What I said. Didn't I say that? Við erum sérst búin að skrifa á miða hérna og við erum búin að merkja á jú og það eftir hver á draga hvað. Já. Bæði málsættir sem við erum síðan að gíska hvað er því það og síðan er líka einhver svona finnar vandræðilega spurningar. Já. Þannig að you never know what you're gonna get. Byrjað þú að draga. Eitthvað sem stendur á Æsi, spennandi. Ég skrifa þetta líka. Er þetta málsættir? Nei. Versta date sem þú hefur farið á. Ég hef ekkert eitthvað farið á brjálæslega mörg date. Ég er alltaf búin að vera með manninu mínum í, 8 ár. Ég er að hugsa. En áður fyrr, eitthvað svona úlingadöð. Er ekki eitthvað svona leðlur íslundur eða eitthvað svona... Ég reyndi með einu sögu. Ok, hún er svo vandræðileg. Ok. Ég er mjög hrædd að segja hana. Hvað er með hana? Ok, það eru engar líkur að hann sé var að hlusta á þetta. Alltaf. Ég ætla ekki að nafngreina neitt. Nei. En, ok, ég fór sérst að hitta bara vin minn. Við vorum bara... Veit hvað þetta er? Ok, við vorum full on bara vinir og ekkert annað.
og allavega að minni hálfu og ég var alveg búin að láta hann vita því, þú veist, Oh my God. við erum bara vinir Já. og við vorum bara eitthvað að fara ísrúnt og endum að því að fara og labba upp á eitthvað fjall að einhverjum ástæðum og það var bara gaman, skilur við löpum upp á fjallið, settust niður, vorum eitthvað að spjalla og hann kemur eitthvað svona eitthvað svona tekur mér svona eitthvað og reynir að kissa mig og ég bara eitthvað svona nei Oh my God. ég bara ýt hann frá mér, ég bara nei Oh my God. og hann eitthvað svona, má ég ekki kissa þig og ég eitthvað, nei Oh my God. og þetta var svo ógeðslega vandrætt að þetta voru bara eitthvað við tvö upp á fjalli Þið voru að keyra alla leið tilbaka. já, og þetta var alveg langt í burtu, skilur þannig að við ertum að, þú veist þetta var bara ógeðslega vandrætt og svo ertum við að labba niður fjallið, við ertum að keyra í bæinn og ég hef ekki talað við hann síðan þetta var svo vandrætt Það er svo ógeðslega pirrandi þegar að, þú veist, ekki alltaf, ef maður er líka skotin inn, þá er það bara flott, en já, þegar einhver sem maður heldur, bara eitthvað svona strákavinur sem maður held að væri bara strákavinur, síðan reynar eitthvað og maður bara svona, ég er líka Þú búin að bara eyðileggja svona já, ég er líka bara svona fór inn í þetta bara sem vinir já, og hann vissi það alveg já, og ég bara, og hann var aldrei búin að þú veist, eitthvað svona gefið skyn að hann væri eitthvað svona ósla skotin í mér næ, það var bara væntanlega var hann skotin í þér. ótrúlega vandræðilegt Oh my God. en nú mátt þú taka við Ég hef aldrei samt farið á eitthvað svona ömulegt date, sko. en sko mitt var ekki þessu date en Nei. það var bara svona ísrúntur Já. sem breyttist í date held ég Já, ég er að hugsa, ég held ég hef aldrei farið á eitthvað svona ömulegt date. nei, Ég maður bara eftir einu en greiði maðurinn, þú veist, þetta var ekkert ömulegt date, ég bara var ekki að fíla hann já, í London. já Við fórum, já, löpum á einhverjum jólamarkaði sem var síðan eiginlega ekkert sem við byrjaði, þú veist, það var ekkert jólalegt þarna og vorum bara eitthvað svona, eitthvað og ég var bara, þetta er svona, já, ég mætti á date og ég vissi bara strax að ég væri ekki að fara að fíla hann. já, Þú veist, stundum bara finnum maður the Já, vibe já. og það var ekkert að þessum manni stráki, ég man ekki hvað hann var. Æ, þá er það líka bara smá skrítið en maður finnir það strax fyrst þá verður það Já. alveg svona, núna þarf ég að vera heilt date með árum Já, og þá líka svona fæ ég samviskupið og hann er eitthvað að reyna að borga og ég er svona, nei, ég get alveg borgað fyrir mig Já, og hann er eitthvað já. svona, nei og ég bara svona, en já, fórum okkur jólamarkað og síðan fórum við á eitthvað bar og vorum bara eitthvað að chilla og hann var alltaf eitthvað svona, þú veist, eins og við vorum að fara yfir götu eitthvað svona, var hann að grípa svona baki á mér og eitthvað þannig og ég bara svona, og pirrandi já, en greiði maður en hann var bara að gera þetta besta en já, En það er þú ekki allir fyrir alla nei, en annars hef ég aldrei, þú veist, ég hef alveg verið heppin. Ég hef aldrei farið á eitthvað date sem var bara eitthvað svona, oh my god, disaster. já, Fattarðu? ok, já, það er næsta Skrítast þess að þú hefur gert ein heima. þú ert alltaf mjög mikið einu heima Ég er náttúrulega bí ein og er bara eiginlega alltaf ein heima hjá mig. Það Já. er örugglega mjög margt skrítið sem ég geri. já, Ángreins, öruglega bara eitthvað svona, þegar ég er að gera eitthvað svona Halloween make-up eða eitthvað og ég er stundum bara, what am I doing? Þú veist, ég sit ein heima með eitthvað fárulegt make-up á mér. já, Bara eitthvað einu kísunum mínum og ef kannski bara eitthvað í náttfötum og sem með Halloween make-up Já. framan í mér og er sem bara svona, ef ég myndi lappa inn þá er ég bara mestu fárulengur en ertu þá, þú veist, sestu niður og fara að klippa vídeoið þannig að fyrir eftir hversu ekstrímið þetta er. já, Já, stundum. já, Oh my god, og ég hef líka alveg lendi oft að vera sérstaklega í London og þá var ég alltaf að fá sendingar og pakka já, að vera bara með eitthvað svona make-up og síðan er bara banka á hurðina já og ég er bara græn í framan eða eitthvað. eins og ljón Já, og ég er bara eitthvað, hello og ég man einu sinni þá, ég held ég sko að það hafa verið nágranni minn að fara að beða mig um eitthvað og ég Já. þóttist ekki vera heima út af því ég bara, ég get ekki svarað hörðinu Oh my svona God, ég bara get Embla. það ekki, þetta er svo það er vandræðilegt svo von, Nei, en hvað ég- var hann að vanta ekki eitthvað Já, bara fór út í búð ég held ég hefði sko verið, þú veist, að mála með eins og hann að nornin í Wicked eða eitthvað það hefur alltaf ekkert verið fæltið þú til banka upp á hjá hinn nágrannin sem myndi mæta bara græn í framann eins og nord, ég með En svarta nornanef hárkollu og og- okkar bara eitthvað, hei nei, örgulega það er En þetta já. mjög gott Drag þú næsta. stærsta red flag sem að þú hefur hunsað oh my god, ég veit það ok, stærsta red flag sem ég hunsaði var að ég var með að hitta strák þetta var fyrir löngu síðan, 1.000.000 árum Já. og hann bara gjössar að neita að hitta fjölskyldurum mína
Oh my god. Það var bara ekki séns að fá hann til að hitta fjölskylduna mína. Þú veist, hann sagði bara, nei, ég er ekki tilbúin í það. Já, bara ég man eftir þessu, það er byllandi red flag. í mjög langa tíma. Þá til að ég var bara eitthvað, já. Hann bara hitti aldrei. Hitti aldrei, sko. Nei. Það er bara gott. Mjög gott. En þú veist, já, bara það var eiginlega stærsta red flag sem ég hef hunsað. Hefur þú verið að tala við 2 í einu? Jóhann, ertu að reyna bara að áta mig hérna í beinni? Við erum bara að áta okkur aðra. Já, greinilega. Við erum bara að cancela okkur aðra. Ég hef alveg verið að tala við 2 í einu, þú veist, bara svona spjall, en ekki kannski við hitt þá. En hefur verið að kissa 2 í einu? Nei, Nei, ég hef það reyndar ekki. Nei, ég held það var ekki. Þú veist, ég hef alveg verið bara eitthvað svona, ef ég er, þú veist, bara eitthvað single að deyta, verið bara eitthvað svona að spjalla við eitthvað, en þú veist, strax ég hef hitt eitthvað. Ég hef aldrei, þú veist, verið bara eitthvað búin að fara á annað date og verið ennþá að tala við eitthvað annan. Já, fattarðu? Það er góð regla, sko. Já, fyrsta date, þá kannski er ég alveg ennþá að spjalla við eitthvað. Já. En ef ég er búin að ákveða að það sé annað date, þá, þú veist, oftast, já, bara alltaf myndi ég vera bara að tala við. Ég held ég myndi bara ekki geta, ég held ég myndi bara vera rugglast, hver er hvað? Hver er búin að segja hvað? Hver er búin að segja við hvað? Hvað? Hvað er lélegasta afsökun sem þú hefur komið með til að beila á eitthvað? Þetta má líka vera bara, þú veist, beila á heiting. Já, ok, sko, ég er alveg með eitt fyrir eitthvað gott. Ok. Af því að ég var nýbúin í Jensensbrautinni og var það alveg svolítið mikið veik. En á þeim tíma þá var ég að halda upp á ammæli mitt. Já. 2 eða 3 dögum eftir á. Ok. Og daginn áður en ég held ammælið, þá fatta ég að ég er ólétt. Oh my god. Þannig að ég sendi á stelpunar bara ykkur bræðingskasti, bara eitthvað svona, heyrðu, þarna ég ætla að hætta upp að halda upp ammælið mitt af því ég er svo lasin eftir Jensensbrautina. Oh my god. Já, ég var nætt þessi. Þannig að ég full on laugaði ykkur að ég væri lasin. Ég er samt vissi. Er það? Jú, þetta var þetta ekki með Tönju. Ég er náttúrulega vissi. Já, þú vissir náttúrulega bara já, ég vissi bara strax að vera ólétt. Nei, þetta var með Tandra, sko. Það? Já. Já, það kannski vissi ég ekki. Nei, ég held ég að komið til þín, sko, daginn eftir. Já. Að segja þér, þú veist, af því ég sagði þér 2 dögum eftir ég fann út eða eitthvað. Það var náttúrulega ekki komnar bólusetningar strax, þegar COVID var. Nei. Bólusetningarna komu aðeins setna, já. Ekki? Og þetta allt tímabil er orðið bara svona blur in my head. Já. Með þessu bólusetningar og allt það. Ég veit það. Oh my god. En ég allavega, þú veist, það er ekki lélega afsökun, en þú veist, það var ekki sannleikin. Já, sannleikurinn. Frekar leiðnætt. Ok, ég tek næsta. Ok, hérna málsættir. Eigi fellur tré við fyrsta högg. Mér líður að ég veit hvað það er. Er þetta eitthvað svona, þú veist, þú verður að, mátt ekki gefast upp við first try. Eitthvað svo leis. Stór markmið nást ekki strax, þau taka tíma og þolinmæði. Ok, sem ég það sem ég var að segja. Já, þú ert blá. Alltaf svona, ég náði svona pointinu. Já. Ok, þú. Ok. Leiður er sá er satt segir. Leiður er sá er satt segir. Svolítið flókið það. Þú veist, ég veit ekki hvað þetta er að vera leiður þegar þú segir satt. Það er gott að segja satt. Myndi halda það. Ég bókstaflega veit það ekki. Að ég segja þér? Já. Já, sko, það sem ég googlaði. Já. Þetta var eitthvað þegar ég googlaði þetta, síðan má endilega leiður þetta okkur ef þetta vitlaust. Þetta er bara sem Google sagði mér. Eitthvað svona, sá sem að þú veist, færir aldrei sannleikann og segir alltaf bara satt. Getur verið leiðilegt að vera í kringum hann. Þú veist, fattur það, getur verið leiðilegur. Já. Svona, þú veist, alltaf bara eitthvað segja bara nákvæmlega, þú stundum þar maður aðeins færa sannleikann. Já. Og segja nokkrar hvítar legar. Við erum ekki að mæla með því að ljúga. Alls ekki. En þú veist, stundum er óþarfi að segja bara 100% hreinskilni. Já. Fattur þú? Já, svona dansa þessi kringum línuna. Já, fyrir eitthvað er hann, þú veist. Já, ok. Hvort myndir bjarga mér eða dýrunum? Hvað það væri eldur eða eitthvað? Ef þetta væri bara eitthvað svona lífshættulegt ástand og ég væri bara, ef ég myndi liggja og dýrin myndi liggja. Ég myndi bjarga dýrunum mínum. Þú getur alveg reddað þér sjálf. Þú ert fullvaksin kona. Þú getur bara staðið upp og ég bjarga þér sjálf. En hvað er ég ligg með meðutundulegs? Ég nægur ekki svona halda þér. Ég er ekkert sterk. Hæ? Myndir í alvöru? Þær eru bara 2 saklausar kísur sem getur bjarga sér. Ég er bara lítil saklaus kona. Hvort myndir bjarga beina á börnunum þínum? Börnunum mínum? Ok, þetta er náttúrulega ekki alveg sama, en samt jú, þau eru bara börnum mín.
Já, ok. Þú getur bara að redda það sjálf, halló. Akkur gerir þetta svo erfitt? Hvað? Ég var að reyna að finna erfiða málsætti. Graður granna sættir. Ekki graður, sem þið líka. Garður. 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 Garður granna sættir. Já. Garður granna sættir. Þú verður að googla þetta síðan og ég man ekki hvað þetta þér. Garður. Það er alltaf lægi með þig. Ég held að það sé kannski eitthvað svona gott að eiga góðan garð fyrir vini sína. Googlaði hvað þetta þér. Veistu ekki hvað það þýðir? Ok, ég skal segja hvað mér minnir þetta út, ég var að googla þetta aðan. Þetta sé eitthvað svona, það er gott að vera með mörk, þú veist, garð. Þú veist, það er gott fyrir sambönd, vinasambönd að vera með mörk. Hér stendur, garður granna sættir eitt spakamæli. Einfaldasta og ódýrasta leiðin til að halda friða milli nágranna að reisa girðingu. Veistu, er það? Grunanlega. Þetta samt inn á jonas.is. Hver Jónas? Vá, þetta bara ritgerð þetta. Vá. Er það ekki bara, þú veist, að vera með girðingu, bara vera með eitthvað mörk, þá verða allir hamingi í samanni? Jú. I don't know. Já, segjum það. Betri einn fugl í hendi en 2 í skógi. Ég myndi nú frekar halda að fuglarnir myndi vera í skógi. Eitt fugl í hendi, það? Eitt fugl í hendi og svo 2 í skógi. Eða 2 í skógi. Eitt fugl í hendi eða 2 í skógi. Ég held þýði að betra að vera með, þú veist, eitthvað eitt sem þú ert með tækifæri heldur en 2 sem ekki tækifæri, ég veit ekki. Sko það stendur, það betra að halda í það sem þú hefur en að taka áhættu fyrir meira. Já, ok, ég er samt ósammála því, annars það. Já, þú veist, betra einn fugl í hendi en 2 í skógi. Ég fíla þetta. Já, ég ætla að byrja að nota það. Já. Drag þú, veitu. Langt til að spila við hann. Jú, þú skrifið mikið. Vá, þetta er bara ritgerð. Hefur einhver tímann screenshota skilaboð og óvart sent á þá manneski? Hefur gert það? Hef ég? Kannski. Sko, mér líður eins og ég hafi ekkert með gert það, ég er búin að glemma því. Já, mér líður líka eins og ég hafi gert það. Sko, ekki við eitthvað strák, heldur við eitthvað vinkonu. Já. Þú veist, í minningunni þá var það eitthvað drama og ég screenshotaði og sendi það á, alveg pottþétt. Það var eitthvað drama, ég screenshotaði, sendi á vinkonuna. Já, mér líður eins og það hafi ekkert með gerst. Og ég einhvern veginn kom mér út úr því með því að segja bara eitthvað svona. Kannski var þetta bara það vandræðilegt og þú veist búin að svona. Ég er ekki búin að blokka þetta sko, en þetta er mjög sterkt svona, ég held að þetta hafi gerst. Já, ég er bara sammála, mér líður eins og það hafi líka gerst, en mér líður eins og þú hafi kannski sendt þetta inn í og vart grúpptætti eða eitthvað svo leiðis. Já, þú veist, lélegt svara því ég man ekki alveg hvað. En þetta er bara the worst fear í einhverju svona, ef það var eitthvað drama eða eitthvað, passi ykkur hvaða grúpptætti er að senda á. Eða bara ekki vera að skrifa og senda hvort annað. Eða bara allir að vera hreinskilnir, open and honest. Já. Dramb falli næst. The fuck? Ég veit ekki. Ég veit ekki hvað dramb er. Dramb? Já, eins og svona nakkadramb, það ekki? Ég veit ekki. Er þetta eitthvað svona drambi falli næst, eitthvað svona þú hikar að sama tapa, basically? Það stendur hroki leiðir oft til vandræða. Já, ok. Ok, segjast það. Er þetta málsáttur? Leiðileg málsáttur. Hamingjan ekki herravönd. Ég veit hvað þetta þýðir. Þú ert í googlað það. Að það sé alveg kallmannslegt að vera líka hamingjusamur eða eitthvað. Eða ekki kallmannslegt að vera hamingjusamur. Kallmann er bara sorgmæðir. Já. Og ég segja það. Já. Eða eins og ég skildi þetta. Eitthvað svona að hamingjan, þú veist, herra er svona að vera fínn herra, skilur ég mig. Já. Að hamingjan er ekki, þú veist, gerir ekki upp á milli hvort sérst herra eða lægri staddir. Það getur hver sem verið hamingjusamur. Já, ok. Þú sérst ekki eitthvað svaka fínn eða ríkur eða whatever. Ok, þetta er alveg gott. Er það ekki? Jú. Ok, ég er spennt að bara klára með þátt svo ég get farið að borða nammi. Án þess að heyri snjátt í mikrofónunum. Já. Við segjum bara, ekki bara segja þetta gott í dag? Jú, við segjum bara takk fyrir að hlusta. Já. Minnum á að við erum á TikTok og Instagram, dramakastið. Minnum á það í Instagram, bio, linkur og því ég sendi einn drama, alveg nafnlaus. Yes. Já, bara takk fyrir að hlusta. Sjáumst eftir næsta mandag. Já. Bless. Keks.